Já, Óskar, loksins komum við aftur í deild þeirra bestu, nýtt íþróttahús og svo kemur svona spá bara eins og köld tuska í andlitið á fólki. Hvað, leitum maður þessi gegnum það? Af hverju ykkur spáð næsta? Við erum náttúrulega bara nýliðar þessari deild og þurfum að sanna okkur fyrir liðunum að við eigum heim í þessari deild og svo sem bara nokkuð svipað við bjóst við. Við nýliðarnir, við og Ármann eru liðin sem var í botnbaráttunni. En við auðvitað bara að stefna á því að afsanna þessi spá sem fyrst og gera liðin hræddir okkur. Undirbúningstímabilið, kannski leiðum við gegnum hvernig hefur það gengið hjá okkur á Skaganum? Bara mjög vel. Rauninni hafa strákarnir heimmenni verið að æfa í rauninni bara allt sumar, hættum lítið. Byrjuðu bara strax í styrk eftir tímabilið í fyrra og dróðum komnir í frí snemma. Og fórum svo til Króatíu í vikuferð og tókum 2 æfingaleiki þar úti og konum með alla menn inn og allir heilir og allir klárir í slegin. Hópurinn sterkur finnst þér? Já, bara við erum alltaf ánægð með þær bætingar sem við gerum. Við tókum inn 2 nýja útlendinga svo erum ekki með í fyrra og þeir báðir myndi ég segja væri svona næsta level fyrir okkur og svo bara mikla framfærir í Ísleikunum með okkur líka. Þokkalega munur á efstu deild og næstu deild fyrir neðan saman hvort þú horfir á fyrst deild kvenna eða kalla eða eitthvað. Ég meina, eru þið ekki spenntir að fá að máta ykkur við efstu deildina nú? Jú, ég er bara rosalega spenntur fyrir því og það er auðvitað svona stærsta spurningi verið þess að fyrir mig líka. Ég hef aldrei þjálfað þessari deild áður, bara hvernig munurinn er, hversu mikill styrktamunur, hraðamunur og taktísku munur er á þessum deildum og hvernig við þurfum að adjusta. Og auðvitað komum við inn í þessa deild bara sem spurningamerki en við erum bara spenntir og til í áskoruna og til í að vera litla liðið sem er að hamast í og duglegir underdogs eins og vilja vera. Er stemming á Skaganum? Það er brjáluð stemming. Það verður fullt hús, hver meðstræk. Kærar þakkir, Óskar. Gangi ykkur vel. Takk.